Fjármál. Ég held að fjármál og framtíðin eru stærstu málin. Hvernig við viljum hafa samfélag okkar. Og það að hafa fjármál í lagi fyrst og fremst. Og síðan hvernig við tökum á móti öllu þessu fólki sem er að koma til okkar og gefa þá þjónustu sem við verðum að gera. Skólar, leikskólar, lóðir. Þetta er allt í mjög góðum farvegi hjá okkur. Þannig að ég óttast ekki framtíðina. Aðalega kannski að samfélag fá að njóta þess sem vel hefur gengið undir þessum 4 árum. Við erum á réttri leið. Það er kannski fyrst og fremst að við höldum á þeirri leið sem við erum, að fjármálin sé í lagi. Það er búið að vera erfitt en nú erum við komin á beinabrautina og við þurfum að halda okkur þar næstu árin til þess að við getum, til þess að samfélag fá að njóta þess sem það á skilið. Íbúarnir hafa þurft að vera í dálítið fangelsi undanfarin ár og nú er komið til að þeir fá að njóta og við stefnum á því að lækka fasteignagjöldin enn frekar, útsvar lækkanir 300 milljónir á næsta ári og síðan munum við bæta göngustíga, vegi sem hefur verið takmarkað gert við á undanförnum árum. Fyrir 1,5 ári síðan þá lýsti ég því yfir að það ætti að fara með framtíð United Silicon í bókostningu og ég vil að það veri gert. Þú breytir ekki fortíðinni en framtíðin getur haft áhrif á og við erum búin að samþykkja núna bæjarstjórnin að tillögu Samfylkingarinnar að banna mengjandi stóriðju í Helguvík. Eina sem við getum gert síðan er þá að nota tækin okkar og það er deiliskipulagið ef menn ætla að fara að breyta byggingum og við munum þá setja það í atkvæðagreiðslu þannig íbúarnir fá að ráða því. Þetta höfum við sagt núna 1,5 ár og við munum gera það. Þetta er náttúrulega besta sveitarfélag á Íslandi. Hér er gott að búa, gott fólk, mikil fjölmenning og ég sé okkur búa hérna yndislegan stað þar sem skuldastaðan er góð og við getum gert lífið betra fyrir samfélagið. Hérna eiga helst allir að vera hamingjusamir. Þannig sé ég framtíðina fyrir mér. Hér ætla ég að vera.